Sítrónusýruhringur, líka kallaður Krebs-hringur, er lífrænt efnaferli sem fer fram í hvatberum allra heilkjörnunga, það er að segja allra dýra og allra plantna. Sítrónusýruhringurinn er í raun það ferli þegar að prótíni, fitu og sykri er sundrað skref fyrir skref í koltvíoxíð og vatn. Við þetta myndast, og þetta er mjög flókið ferli sem gerist í mörgum skrefum, það myndast svokallaðar ATP-einingar sem eru einhvers konar orkumiðill fyrir frumuna, eitthvað sem að fruman getur nýtt til þess að gera eitthvað, hvort sem það er til þess að hreyfa sig, til þess að endurnýja sig eða til þess að stækka. Til þess að sítrónusýruhringurinn geti átt sér stað, að þá þarf að vera til staðar frumefni. Og þetta er í raun og veru bruni, það er að segja, þegar að fæðan er að gangi sambandi við súrefni, við það losnar orka, sem í þessu tilfelli er á forminu ATP, og það er það sem knýr okkur áfram. Þetta er í raun sami brunin eða sama ferlið og þegar að eitthvað brennur út í andrúmsloftinu eða við kveikjum varðeldi eða kveikjum á kerti, en þarna er þessu stýrt og það gerist í miklu lægri hita og er í raun miklu flóknara því þetta gerist í miklu fleiri skrefum heldur en þegar að eitthvað brennur, því þá er það ganga beint í sambandi við súrefni, en þarna verður til alls konar milliskref sem að gera þetta flóknara, en leið gerir þessu kleift að gerast við, eins og hjá okkur, 37 stiga hita.